Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er laugardagurinn 15. mars og eins og þið sjáuð, þá er ég ennþá hérna á tenni í vellystingum. Ég hafði ekki í mér að taka upp annað þátt, þetta er svo flottur rammi. Ég mun örugglega að gera það líka áður en ég fer, en ég er samt eðli máls samkvæmt ekkert búinn að vera að fylgjast rosalega vel með heima fyrir utan svona nokkra hluti sem ég er búinn að vera að punta niður, og það sem ég ætla að ræða í dag er meðal annars Höllu Gunnarsdóttir sem er núna orðin formaður VR eftir að hafa náð nær helming atkvæða í kosningum. Svo langar mig að tala um inngildingu og málin í Breiðholtinu, kulnun háskólaprófessora, væringar í sósíalistaflokknum, Ásthildur Lóu væntanlega, og svo aðeins langar mig að koma inn að Sigmund Davíð, ég ætla svona eiga það síðast en byrjum á VR. Ég ætla bara rétt að koma inn á þetta sko. Núna náttúrulega er Halla Gunnarsdóttir orðin formaður VR, og það eina sem mig langar að pæla í þessu er sko að núna að mér skilst hefur hún verið að sinna því hlutverki að eldast við svona áreitara, kjörna áreitara gagnvart öðrum kjörnum áreiturum, sem er náttúrulega stórkostlega skrítið en kannski bara eðlilegt í svona þeim geira sem að virðist, ná að trana sér frammi í íslenskri stjórnsýslu. En það sem mig langar að velta fyrir mér sko, ég vona kannski bara að einhver fjölmiðill spyr, eða bara kannski ég spyrja því, fyrst að ég er nú að pæla í þessu, sko, hvort að Halla Gunnarsdóttir telur sig geta haldið áfram að starfa við það að eldast við kjörna áreitara og í rauninni verja þá kjörna þolendur, gerir ég ráð fyrir, eins og þetta hafa nú allt lagt upp með. En eins og ég fjallaði í síðasta þætti, þá var þetta samþykkt að mér skilst, og það voru myndir af Heiðu Björk Hilmisdóttur sem náttúrulega var til umræðu hérna síðast. Þannig að ég er mjög áhugasamur það að fá að vita hvort að Halla sé eins og Heiða Björk og telji sig geta að haldið áfram að eldast við kjörna áreitara samhliða því að sinna formennsku í VR, eins og Heiða Björk Hilmisdóttir sem ætlar að halda áfram í samtökum íslenska sveitarfélaga samhliða borgarstjórastarfinu með rétt tæpar 4 kúlur á mánuði. Gerir aðri betur, eins og ég náttúrulega nefndi í síðast þætti, þá er ég orðinn harður stuðningsmaður Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur, og það er engin stjórnmálamaður jafn góður í að koma sér í góða stöðu heldur en hún, og eins og segi, ég vona að henni muni takast að halda áfram sem borgarstjóri núna eftir 14 mánuði. En einmitt aðeins meira þennan borgarmeirihluta, þetta er nú eitthvað sem ég hef rætt áður sko, það er ástandið í Breiðholti sem að af einhverjum óskiljanlegum ástæðum kjörnir fulltrúar hafa einhvern veginn, sko, þeim hefur tekist að bæði einhvern veginn ýta því frá sér og sagt að það sé ekkert vandamál, samhliða því að segja að þau séu að takast á við það. Og náttúrulega sko, hvorugt er rétt, þetta er bæði stórkostlega mikið vandamál og það er enginn að gera neitt í því. Og ég ætla að fara þessu yfir yfirlýsingu sem að komi upp fyrir skömmu. En aðeins áður en við byrjum á því, þá ég hef sko fjallað þetta áður og þetta hefur verið vitað náttúrulega ótrúlega lengi. Það hefur verið vitað að Breiðholtið væri í mjög vondri stöðu þetta varðar, og sko það sem er kannski verra er að allir innan stjórnsýslunar hafa vitað það líka. Og ég ætla að spila fyrir ykkur stutt myndband af viðtali mínu við Brynjar Karl, en hann er einmitt þannig í Austurberginu og hefur einmitt fjallað það að allir þessi svona sem að segjast vera að berjast fyrir mannréttindum og kynfrelsi og öllu þessu svona mannréttinda, kvabbi oft, þetta er eiginlega bara kvabb, þetta er einhverjir fínir kampænsfundir á einhverja hæð þannig fyrir neðan Kjarval þar sem þau hittast og tala það hvað þau séu rosalega góða manneskjur, en þau gera náttúrulega ekki neitt í þessu. En ég ætla bara að spila þetta myndband fyrir ykkur og svo ætlum við að ræða þetta. Og þegar ég veit þú er ákveðna reynsla af þessu vinnandi í Breiðholtinu, að það er ákveðið viljaleysi sem er bundið við þessa, eins og segja, þessa pólitísku fjötra. Mjög áhugavert þetta. Það er bara eftir þessi grein kom út þar sem að Edvard kennari, fyrrandi kennari í Fellaskóla, Breiðholt brennur, og ég kom í kjölfarið á því sko, því að mig hefur langað til þess að opna þessa umræðu sko. Þú veist, hafandi verið með þetta verkefni sem, sko, ég er náttúrulega úr hverfinu en ég er búin að vera þarna núna í 2 ár, og bara svona það sem ég er að sjá og það sem er að gerast.
og ég hugsa bara, já ok, ég ætla bara að koma í kjölfarið á honum, ég ætla ekki alltaf að vera gæinn sem að initiatar eitthvað svona sko, og mér fannst frábært hjá honum að opna á þetta og ég fyrir síðan og raun og verið bara að tjá það sem ég sé og það rignir yfir mig kennarar, stjórnsýsla, lögregla og ég bara, hverju enginn að tala þetta bara, og þú veist, og það fólk segir bara við mig, ég ætla bara að segja hvernig þetta en þú hefur það ekki eftir mér og ég bara, býtu hvað, já það bara gengi í Efrabröldi og löggan segir mér að það hafi komið einstaklingur frá Svíþjóð sem hefur reynslu úr þessum erfiðustu hverfum þar sem svipar til Breiðholtsins ef ekki bara algjörlega identical og þeir segja, já það er ekki 10 ár þangað til að versti skíturinn þar verður eins og versti skíturinn hér og þú veist í Svíþjóð þetta bara þannig að það bara gun violence á hverjum degi og einhver drepinn í hver einstu viku þannig að þú veist, og ef að það toppurinn á þessum ísjaka og svo allt annað sem í gangi þú veist, löggan segir mér sko að það eru krakkar sem eru sko undir aldri sem hægt að að lögsækja sko sem eru að fara með dópið og það bara, og þú veist og svo hitti ég fólki í Garðabænum sko þú veist, og við erum í 5 mínútum í burtu það bara veit ekkert hvað að gerast það veit bara ekkert hvað að gerast það bara í því líku búblunni sko og og svo þetta svo fyndi sko því að þú veist, svo getur alveg fengið illa grænan vinstri hippa sko bara einhvern mussu hippa sko sem bara, þú veist mannréttindi útlendingar, þú veist, þetta fólk mætir ekkert á gólfi hjá mér upp í Austurbergi og sem að hjálpa þegar við fáum einhvern einstakling inn sem að sko, fólk ekki svona pæla í því sko, hvað liggur á bak við það að einstaklingur getur bara tekið þátt. Þannig einmitt nefnir Brynjar Karl mjög mikið af forsendum, hann nefnir þannig grein sem að koma út þetta 20. apríl 2024 þar sem hann einmitt fjallaði það, hann Eðvard Hilmarsson sem kennari í Breiðholti að Breiðholtið brenni og það einmitt nefnir hann að tala innflytjenda fyrir hækkandi og í grunn- og leikskólakerfinu erum við að sjá tölur sem nálgast 20% í borginni og nefnir einmitt að þetta sé að dreifast mjög ójafnt en í hans skóla séu innflytjendur 90% og eru ekki að aðlagast nægilega vel og hann bendir á það að ríkið þurfi að vera með mjög sértæk úrræði til þess að grípa þessa hópa og því ellegar náttúrulega fer þetta andskotans til eiginlega, segir hann. Ég grunnskólakennari og ég hef kennt í mínu hverfisskóla sem hlutfall nemenda af erlendum uppruna komið upp í 90%. Ég tek það fram að þetta ekki sérskóli, þetta hverfisskóli. Ég hef mikinn metnað fyrir starfunum mínu en ég áttaði mig á því á endanum að ég var ekki að starfa sem fagmaður á mínu sviði og nærvera mín var í raun falskur gæðastimpill á að börnin væri að fá menntun. Ég einhvern veginn get ekki séð hvernig þessi stefna sem mun að vera rekin hjá borginni og núna náttúrulega erum við komin í mjög vonda stöðu út af því að það er sama fólkið sem enn við völd að fara að takast á við þennan vanda og þetta fólk sem alltaf að segja að það sé engin vandamál svo þegar það bara fjölmiðlar benda á þína augljósu staðreynd eins og í þessu máli að þetta komið í mjög vonda stöðu að þá eru þeir búin að vera að vinna fullt í þessu og ég var sko í fréttastöð 2 í gær að þá var einmitt að reyndar í fyrradag og kom kona fram og sagði að barnið sitt hefði verið lamið eftir það að hafa ekki þorað að fara út í marga mánuði og að einmitt einhverju gengi sem að ekki hægt að takast á við og þau sko dirfast við að sko segja við okkur að bara þetta sé allt í góðu, það sé einhverju verkferðlar og ég fór að hugsa, ok, hvaða verkferðlar eru þetta sem búið að vera að fara í og að ég fór að kynna mér þetta og ég get ekki séð annað en að ég eiginlega bara fór í hláturskast sko ég er að pælja, ég er náttúrulega varpin uppleiðin á mér en ég ætla bara að lesa þessa yfirlýsingu í heild sinni, hún ekki að lótast á tölunum minni þannig að ég ætla að lesa hana bara á símanum mínum og hún hefst þess svona yfirlýsing frá skóla- og frístundasviði starfsfólk skóla- og frístundasviðis í Breiðholtsskóla hefur lagt sér fram að vinna á þeim vanda sem hefur fjallað undanfarið árás á barn sem átti sér stað utan skólatíma á miðvikudagur að sjálfsögðu leitin alvarlegum augum málið tegir anga sína
út fyrir skólan en starfsfólkið aðstoðaði lögreglugjær við rannsóknina og mun leggja henni lið eftir þörfum. Skóla- og frístundasvið vísar þeim ummælum á bug sem ítrekað hefur komið fram að ekkert hefur verið aðhafst af hálfu skólans og það er svolítið það sem langar með þetta að ræða sko. Og að gripið hefur verið til ýmissa úrræða til þess að bæta skólastarfið og líðan nemenda í skólanum. Svo gera þeir okkur þann greiða sko að þeir nefna punta það hvað er búið að vera að gera. Í skólanum hefur stuðningur og sérkennsla verið aukinn, auk þess sem sérfræðingar hafa komið að slíkum málum. Hópaskipting var endurskoðuð, henni breytt til að skapa meiri ró og frið í 7. bekk. Ok, ég skal gefa það er gott að vera að skipta þessu upp. Velferðarsvið og barnavernd eru með aðkomu í málefnum einstakra barna og gerður ráðstafanir til að dreifa álagi og bæta líðan. Unnið hefur verið á grundvelli farsældarlaga og komið á samþættingu og stuðningsteimum til að samræma vinnubrögð skóla, velferðarsviðs og barnaverndar og eftir atvikum 3. stigs úrræða á vegum ríkisins eins og barna- og unglingageðdeildar og stendur svo vinna yfir. Brúarskóli og farteimi Suðurmiðstöðvar eru mikilvæg úrræði og hafa nú verið nýtt. Hópefli er í árgangnum í samvinnu við frístundamiðstöðina í Hverfinu og Suðurmiðstöð. Komið hefur verið inn á forvarnarfræðslu bæði fyrir börn og foreldra. Jafnréttisskólinn hefur komið inn með fræðslu samskipti, virðingu og ofbeldi. Sko, ég fór að hugsa að þegar ég las þetta einmitt jafnréttisskólann og farsældarlögin, þá var ég wow, það eru bara big guns. Það bara á að virkilega taka á þessu. Þetta er svona eins og hringja inn svart tími á stjórnsýslunni. Það er bara, ertu vissum að þú viljir virkja jafnréttisskólann? Ertu vissum að þú viljir virkja farsældarlögin? Og ég fór einhvern veginn bara aðeins að skoða hvað jafnréttisskólinn er. Og þá fór ég að skoða hlutverk jafnréttisskólans er að skapa vettvang og veita fræðslu, ráðgjöf og stuðning varðandi jafnréttismenntun, mannréttindi og kynheilbrigði til starfsfólks í skóla- og frístundasviðs borgarinnar, auk barna og foreldra eftir atvikum. Jafnréttisskólinn hlaut hvatningarverðlaun íslensku menntaverðlaunanna 2023 fyrir ómetanleg starf fyrir að miðla þekkingu og ráðgjöf til stjórnenda og starfsfólks SFS varðandi jafnréttis- og kynheilbrigðismál. Ég einhvern veginn hugsaði með mér að þegar ég les þetta, þegar það kom upp stórkostlega mikil og alvarleg menningatengd ofbeldismál, að þá þarf ég ekki einhverja sérfræðinga í kynheilbrigðismálum. Og þetta er svo sagt hópurinn sem hefur verið með viku 6, 7. viku ársins, hún hefur fest í sessi sem árlegu vika kynheilbrigðis í öllum grunnskólum og frístundamiðstöðum. Og gott og vel, þetta er hinsegin fræðsla og kynjafræðsla, kynfræðsla, jafnréttismenntun og rosalega mikið svona eitthvað kynheilbrigði, ertu normal og eitthvað þannig. Þetta er svo sagt Indiana Rose Ægisdóttir sem hefur verið með rosalega mikið myndböndum píkur og þannig og einhver svona pislaskrifum píkur og svo Marjana Guðbjörnsdóttir sem ég enda þekki ekki. Mér finnst einhvern veginn og ég veit að ég er kannski að tala frekar frjálslega og óvarlega þetta að við erum komin í þá stöðu að það er augljóst að það er mjög óhæft fólk að vinna á efstu, ég ætla ekki að vera ofleiðilegur, allavega á efsta stigi þessara mála. Núna hefur verið farað yfir svona skipuritinn og núna er Helga Þórðardóttir sem er svona nýlega komin til ákveðna forystu fyrir Flokk fólksins. Hún er formaður skóla- og frístundasviðs og Sabine Leskopf er og núna orðin varaformaður. Og þetta Sabine er svo kona sem meðal annars talaði og húðskammaði Hildi Sverrisdóttur fyrir það að nota orðatiltækið aðlögun í stað inngildingar þegar var að ræða útlendingamál. Og þú veist, þetta er staðan sem við erum í. Og ástæðan fyrir því að ég er frekar svona pirraður yfir þessu öllu er að við erum komin í þá stöðu að það verður, af hverju hefur engin haus til dæmis fokið gagvart, ef við verðum að reka fyrirtæki í einhverju samhengi þar sem að allar tölur væru niður á við og allar ákvarðanatökur væru vondar og alltaf þegar kæmi upp vandamál að þá myndur reyna að koma þér hjá því að bera ábyrgð á því, væri sá haus ekki fokin, væri sú manneskja eða deild ekki látin fjúka ef að þetta myndi koma fram ítrekað. PISA-kannanir, alltaf verri. Ofbeldismál, aukast.
þegar ábyrgðismálin komu upp, nei ég gerði það ekki, ég ekkert sem ég get gert og þegar þú áttur að gera það að þá virkar einhver farsældarlög og jafnrétti skólan sko, mér finnst alltaf lagi að láta gera grína mér en ég vil samt ekki vera sko tilneyddur til þess að hlæja að brandaranum en það nákvæmlega það sem við erum að gera og eins og Brynjar Karl kemur í þessu sem ég var að tala áðan þar sem hann einmitt bendir á að allir þessir aðilar sem að tala mannréttindi og inngildingu og allir þessir hópar sem að eru rosalega mikið gegn ofbeldi engan áhuga á þessu við ætlum og við einhvern veginn bara taka þátt í þessu að vera einhvern veginn að segja bara já, nei, þetta örugglega allt í lagi. Svo koma foreldrar hérna fram, einhver faðir, einhverja dóttur sem hefur líka verið hérna stórkostlegum hótunum og ofbeldi, hann segir hérna, já, nú bara heppni að það hafi ekki einhver dáið gagnvart í þessum ofbeldismálum og að það hafi legið við á einhverju tímapunkti og við erum látin hlusta á einhverja sko, já, inngildingarfræðinga og þessa þvælu og við höfum bara að segja já, nei, þetta nú allt í góðu og ég hef nú ekki sagt frá þessu en það var skólastjóri sem ég ræddi við fyrir ekki svo löngu en þetta fyrirverandi skólastjóri, ég hef reyndar rætt við annan skólastjóri í þessu samhengi líka sem að sagði heyrðu, við þurfum bara að fara að búa til nýja skóla því að þetta ekki hægt og ég talaði við annan mann sem var tilbúin til þess að taka þátt í að fjármagna slíkt og ég sko, þú veist, Brynjólfur hefur talað þetta, ég veit ekki hvort hann hefur talað beinlínis það að þyrfti einkarekna skóla en ég aftur á móti, sko, núna ég með barn sem ekki komin á grunnskólaldur en ég hugsa með mér bara, ef að þetta verður ekki komið í lag þá bara ekkert að ræða það að ég fer að setja barnið mitt í þetta grunnskólakerfi og athugið það, ég ekki að gagnrýna kennara, ég til dæmis fagna því heilshugar að þau hafa fengið miklu hærri tekjur heldur en aðra stéttir út af því að mér bara þótti það nauðsynlegt til að kennara þurfi ákveðna reisn en aftur á móti kerfið algjörlega galið og þegar við erum einhvern veginn að hlusta á þessa dellu það að það eigi að vera íta börnunum út í það að vera að pæla í einhverjum ótrúlega nýs mannréttindum og einhverju svona kynheilbrigðismálum og við þurfum örugglega kynjafræðslu bara frá vöggu bara flott en skilið þá afkvæminu af ykkur læsu skrifandi og þannig að það geti sinnt einföldustu starffræði mér finnst þetta bara vera orðið algjörlega galið en ég einhvern veginn mér finnst vera ótækt að fólk sé krafið það að láta börn sín við aðtöðu það, þú veist, það er skólaskylda í öllum hérna á öll Íslandi ok, flott, ég vil líka að öll börn séu skyld til þess að fara í skóla og foreldrar þú veist, megi ekki kenna börnunum sínum það er svona, þú veist, kannski eitthvað homeschooling, ég veit það ekki, ég hef ekkert kynnt með það aftur á móti, ef að ég krafin það að láta barnið mitt í margra tíma í hendunar á fólki sem á að vera að sinna ákveðinni, já, kennslu og langflestir gera það en þeir eru aftur á móti með hræðilegt kerfi sem ekki að virka ef að ég krafin það þá á ég líka geta gert kröfur á það að ef að það kom upp svona mál að þá tekið á þeim strax ekki þannig að það sé verið einhvern veginn að humma þetta af sér og svo þegar þú getur ekki hummað þetta af þér lengur að þá virkjar einhver bara dellu úrræði ég skil ekki hvernig við erum komin á þann stað að við bara einhvern veginn sættum okkur við og þetta pínu svona eins og í COVID það vissu allir að COVID aðgerðina voru orðnar galnar þegar 1,5 ára var liðið en við einhvern veginn bara svona gerðum ekkert í því, við bara pössum okkur að vera ekki gagnrýna. Núna samt bara staðan orðin þannig að þetta er miklu verra heldur en COVID. Ef að við erum ekki með börn sem eru læs og geta reiknað og skrifað eftir grunnskóla að þá erum við komin á mjög vondan stað og ef að við ætlum einhvern veginn að fara að vera feimin við það að tala menningatengd vandamál í þessu að þá erum við bara að fara fjandans til. Engin Evrópuþjóð hefur náð því markmiði að taka vel á móti fólki frá mjög mismunandi menningarheimum. Hvað ætlum við að gera öðruvísi? Ég ekki að segja að þetta sé ekki hægt. Ég er með fólk frá Pakistan, Sýrlandi, Íran, Kurda segja og æðislegir strákar
en ég gerir mig líka grein fyrir því að ef að þetta verður ekki lagað að þá hatrið að fara að beina skakvart þeim og það mun skrifast á þessa inngildingar sérfræðinga sem að tala það að allt sé hérna frábært og það sé engin vandamál og þú veist, við þurfum einhvern veginn að bera rosalega mikla virðingu fyrir konum nema þeir hópar sem að koma til Íslands og eru bara ekkert á þeim buxunum að vera að bera það mikla virðingu fyrir konum. Þá einhvern veginn það ekki sér tengt hérna ákveðnum menningarheimum út af því að þetta bara einhvern veginn svona, já, við einhvern veginn að hérna bera virðingu fyrir því að fólk með mismunandi hugmyndir. Þetta ótrúlega gali. Ég reyndar ætlaði ekki að ræða þetta en ég ætla að setja hérna inn myndband þar sem að Ólafur Arnarsson að ræða við Maríu Lilju Þrastardóttur og það var einhver einn annar. Ég ætla að spila myndbandið og ég ætla að horfa á það líka og svo ætla ég að ræða við ykkur. Ég held hins vegar að það sé mikil afneitun í því fólkin að sko horfast ekki í augu við að það eru vandamál sem þarf að leysa þegar mismunandi menningarheimar mætast og það er þekkt að í mörgum samfélögum til dæmis fyrir Miðausturlöndum að þar staða kvenna allt önnur en hér á landi og Nú langar mig að heyra bara hérna nú þarft þú að fræða mig að ég er mikill feministi með tengingu við Miðausturlönd og nú þarf ég að heyra bara frá þér hvað erum við að tala um? Já, sko, við skulum ekki halda okkur við Miðausturlönd förum líka til Arabíu og við erum nú að tala um það að hvað eru 3 eða 4 ár síðan að konur fengu til dæmis réttindi til að keyra bíla í Sádi-Arabíu. Ég að tala að konur í mörgum samfélögum á þessu heimsvæði þá eru konur ekki með fullgild réttindi. Konur almennt í veröldinni eru ekki með... Nei, nú ég er að tala þennan menningarheim sem hér kemur. Hvers vegna þessi menningarheimur endalaust dreginn út fyrir svega? Af því það verða vandamál. Segir hver? Við erum að horfa á þau. Þekkirðu arabískar fjölskyldur? Við erum að horfa á þau. Þekkirðu arabískar fjölskyldur sem búa á Íslandi? Ég hef búið víða, ég hef búið í Þýskalandi. Já, en það svarar ekki spurningunni. Þekkir þú arabískar fjölskyldur? Þekkir þú arabískar fjölskyldur sem búa á Íslandi? Ég þekki sambúð arabískra fjölskyldna í vestrænum samfélögum við vestrænum samfélögum og það koma ég á ekki arabíska vini á Íslandi og veist þú hvernig þeirra inngilding háttað og hefur þú einhverja hugmyndum það mikil afneitun í því að það megi að halda því fram að hér komi ekki upp vandamál þegar svona ólík menning mætist það er fullkomin afneitun. Hvað er svona ólíkt við menningu tökum hérna út fyrir svega Palestínufólk, af því að nú það sko, það eru flestir sem hingað hafa sótt hæli. Ég er ekkert að taka einhvern einn hóp. Þú tókir alveg að sótt Arabíu. Ég velti bara fyrir mig hvaða máli skiptir það nákvæmlega í þessu samhengi? Að halda því fram að hér sé ekki mál sem við þurfum að horfast í augu við að Já, þið eru að halda því fram hér. Þið eru að halda því fram hér. Það megi eins og ræða þetta. Eigum við ekki bara fjalla vandamálið þegar við komum upp? Þið eru að halda því fram að það megi eins og ræða þetta. Eigum við ekki bara fjalla vandamálið þegar þið komum upp sem blaðamenn? En ekkert einhvern veginn svona að gefa okkur það að það gætu komið mögulega upp einhver vandamála því að við erum svo hrædd við einhverju menningu. Kom ekki vandamálið upp? Ekki vandamálið til staðar þarna? Vandamálið það að það einhverjum drengjum sem líður illa í Breiðholtsskóla. Það vandamálið. Og við getum ekki tekið utan á þessu samfélag. Hlusta á mig. Nei, það má ekki ræða það að mögulega er hluti af þessari vanlíðan vegna þess að þeir þurfa að vera í tímum hjá konun sem kenna. Samkvæmt hverjum? Má ekki ræða þessa hluti. Samkvæmt hverjum? Má ekki ræða þessa hluti. Jú, mér langar að heyra það, einmitt. Nei, það má ekki. Þetta vandamál ekki til. Þú segir að þetta sé ekki til. En hvað má það ekki ræða það? Það vil allir ræða. Við erum að bjóða núna. Hvað er málið með konur og þessu arabísku stráka? Hver er staða þeirra, segirðu? Morgunblaðið segist hafa heimildi fyrir því að eitt hluti vandamálsins sé að það sé ekki hægt að skólayfirvöld get ekki nálgast fjölskyldundan vegna þess að það megi bara feðurnir tala við skólan, mæðurnar mega það ekki.
Þetta er vandamál. Þið útskýra ekkert fyrir eitthvað. Geta fyrir þetta ekki talað við skólan? Er það vonlaust? Það næst ekki í þá. Ég var nú með pappa hérna í viðtali sem var í... Það næst ekki í þá. Þú veist, búin... Ég er að byggja þetta á þessari frétt. Á fordómum. Nei, á þessari frétt. Þetta segir ekki fréttin, það stendur ekki, nei. Akkur er ekki talað við pappana? Skólinn Ef það er eitthvað erfitt að ná í mæðurnar vegna þess að það er eitthvað menningar... Nei, skólinn má ekki tala, mæðurnar með ekki tala við skólan. Nei, okkur talaður ekki við pappan þá? Finnst ykkur ekki vandamál ef hingað kemur kúltúr þar sem að konur mega ekki vera fulltrúar fjölskyldunar til dæmis gagnvart skóla? Það er nú bara... Það er ekki vandamál. Það er nú bara, sko, þetta er ekki kúltúr. Hvers slags fáránleika leikhús er þetta? Nei, þetta er bara, ef það er, þá er það bara einhvers konar heimilisofbeldi. Nei, þá er það bara einhvers konar heimilisofbeldi og það er bara fullt af íslenskur heimilum sem er nákvæmlega svona. Þetta er hér í hnotskurn vandinn við það að það má ekki tala hlutina. Það má ekki viðurkenna að það koma upp vandamál. Hvert er vandamálið? Veistu það, ég nenni nú ekki eins og að tala við þig þú skilur ekki mín orð að hér er vandamál, þú las sömu fréttina, þú gerði þessa fréttað umtalsatriði að því þér fannst hún svo fáránleg. Mér finnst hún ekki fáránleg. Mér finnst hún alls ekki fáránleg. En það má ekki ræða þetta. Jú. Það er bara rasismi að ræða þetta. Nei. Jú. Já, það fyrir eftir hvað orðinu finnst, sko, en mér finnst bara allt til að ræða þetta. Ég held að við höfum bara of lengi sleppt því, of lengi sópað þess af borðinu og ég held að svona, við sem erum frjálslynd, það sé okkur hefnist fyrir það núna með þessari IL-spiltingu sem eiga sér stað mjög víða í heiminum og ég held að við ættum bara... Vorum við það of frjálslynd? Já, mörgu liti. Ég held að við vorum ekki of frjálslynd, en ég held að ekki rætt þetta með nógu svona opnum hætti. Það er ástæða fyrir því að fólk ræðir þetta ekki. Við höfum séð það hérna síðustu 10 mínútur. Hugsaði ykkur veisluna, hann sko, það er standardum við með, hérna María Lilju, sem að ég endar hefur heyrt að sé mjög fín, en hérna, ég ætla aðeins að taka hann út fyrir sveigjátt og hún segist hann að vera feministi og ég veit það svolítið langt, sko, en það stingur mér svo mikið í augun, sko, það sem hún er einmitt, þetta eru fordómar, og svo, okkur tala ekki bara við pappana. Hugsaði ykkur ef einhver íslensku karl myndi koma í Austurbæjarskóla eða eitthvað og hérna myndi mæta við foreldraviðtal og segja kennarann, ég ætti ekki að tala við út úr kona, ég ætti ekki með einhvern kall hérna sem ég get rætt við. Þú veist, það fær alltaf hliðina, en þetta er eins og einhver, sko, já, svona mindvirus einhver, eins og Gat Sati hefur kallað. Þetta er sko svo ótrúlega fyndið út af því að þetta er sama fólk og er alltaf að tala það að við þurfum einhvern veginn að uppræta ofbeldi og passa okkur á því að vera að tala á ákveðin máta við ákveðina hópa og konur eru náttúrulega fórnarlömb alls íls og sérstaklega á Íslandi sko einhverjum óskiljanlegum ástæðum teljum okkur í trúum það að konur hafa það verst á Íslandi þrátt fyrir það náttúrulega allir vita það að það er ekki rétt en við einhvern veginn þurfum að vera rosalega mikið að heyja einhverja baráttu sko ég næ ekki utan þetta. Ég næ ekki utan það hvernig við ætlum að takast á við þetta öðruvísi heldur en Evrópuþjóðir gerðu en við vitum samt alveg að við þurfum að gera. Það þarf að vera allt önnur stefna í útlendingamálum heldur en hefur verið í Evrópu ef það á ekki að fara allt í bál og brand eins og er búið að gerast í Evrópu. Þetta og athugið það át af því að þetta er náttúrulega alltaf rosalega mikið einhverjir sem að telja okkur í trúum að það hafa stórkostlegar áhyggjur af fátækum. Alltaf þeir sem að verða mest fyrir barðina á þessu er fátækt fólk. Og það hinir flytja bara í burtu. Eins og Brynjar Karl nefnir hana, þú veist, fólki í Garðabænum er ekkert að pæla í þessu. Þau bara vil ekki vita að þessu. Þetta er rosalega bundið við Breiðholti. Og ég búinn að heyra þetta líka, bæði frá þeim sem að starfa í löggæslu og annað, að þetta er eitthvað sem er að aukast gríðarlega hratt. Það er verið að reyna að grípa í taumana einhverju leyti en takmarkanir eru bara settar af stjórnsýslunni en ég held að bara mestu takmarkanir komi aðalega frá þeim sem að segjast vera mest í því að pæla í þessu hvernig við séum að inngilda og eitthvað þannig. Ég held að við séum löngu komin á þann stað að fólkið sem að segjast vera mest í því að vera einhvern veginn að taka á móti hópum og vera góð og bla 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 er fólkið sem á ekki lengur að hafa völd í neinu samhengi. Ekki umræðum, ekki í því að taka ákvarðanir, Guð bless okkur. En við erum ekki komin á þann stað bara það er bara hægt að humma þetta af sér. Hugsa ykkur bara að foreldrar þurfa að vera að leita í fjölmiðla til þess að takast á við þessi mál. Og ég næ ekki hvernig, þú veist, ef við hugsaum þetta bara 10 ár fram í tíman, þú veist, hvað ætlum við að gera hérna? Þú veist, hvernig ætlum við að takast á við þetta?
út af því að sko fólkið sem að langmest, svo ég segja nú bara aftur, sem langmest að pæla í þessu, eða segist að pæla í þessu, hefur engan áhuga á íþróttastarfi eða öðru. Segir alltaf bara, já, nei, það er náttúrulega að koma þessu fólki í íþróttir og þannig. Ég búin að vera að vinna með múslimum og fleirum í boxinu í mjög langan tíma. Ég hef aldrei hitt einhverja svona inngildingafræðinga sem hafa rosalega áhuga á því hvernig best að takast á við þetta. Í Bretlandi þetta aðeins öðruvísi mér, það var þetta skárra. Það var átak sem hét Knives Down, Hands Up, þar sem var einmitt verið að ýta ungum krökkum sem áttu svona, já, erfið æsku og komu frá brothættari bakgrunni. Það var ýtaðum í hnefaleika. Mjög margir einmitt múslimar og aðrir sem eru svona úr fátækari hverfum sem eru í boxi. Þetta náttúrulega líka þekkist í Bandaríkjunum, hefur reynst vel. En á Íslandi þetta bara einhverjir kampænsklúbbar á Austurvelli sko. Þetta náttúrulega bara einhver algjör della og þetta sem helst bundin við það að skamma fólk sem að kemur með einhver áhyggjur fyrir það að vera að hafa áhyggjur af þessi yfir höfuð. Eins og við sáum núna í þessu dæmi með Ólafi Arnarsinni. Þar sem að hann bara húðskammað fyrir það að vera með fordóma fyrir þess að sko benda á þá augljósu staðreynd að ef að það eru mismunandi menningarheimar sem koma saman að þá leiðir það oft á tíðin til átaka. Við eigum bara að afnema þetta bullhugtak sem heitir inngilding og vera að bjóða fólk velkomið sem að vill aðlagast íslensku samfélagi. Sko við þurfum líka bara að gera okkur aðeins líka grein fyrir því að ástæðan fyrir því að það gott að búa í Íslandi sko skapaðist ekki í tómarúmi. Það gott að búa í Íslandi út af því að við erum með ákveðin menningar afbrigði sem að gera það gott að búa í Íslandi. Ég var til dæmis að ég pældi nú bara í þessu núna fyrir skömmu. Ég var einhvern veginn að ræða þegar ég var í heimsreisu við fólk frá Chile, Mexíkó, Sádi-Arabíu og man ekki, það var einhver frá Norðurlöndunum en það var alltaf að koma einhver til umræðu að skilja börn eftir úti í barnavagni fyrir utan húsið. Og ég og Norðurlandabúinn vorum að segja bara já, það er nú gert oft á tíðum, sérstaklega þegar það er ágætt veður en samt ekki of heitt. Strákurinn frá Sádi-Arabíu sagði bara nei, það meikar ekkert sens, það er allt of heitt, það er svo rosalega mikill hiti í Sádi-Arabíu. Svo komu strákarnir frá Chile og Mexíkó og þeir sögðu bara þetta er bara fásinna. Skilja barn eftirlitslaust í barnavagni fyrir utan húsið þitt. Þeim þótti þetta bara algjör fásinna. Og sko ef við erum að pæla í þessu út frá menningarlegum afbrigðum að þá er það algjörlega ótækt í flestum menningarheimum að skilja börn eftir úti. Og það er margar ástæður fyrir því, það er fátækt, það er glæpatíðni og annað. En við getum samt ekki verið einhvern veginn að gefa eftir öll þau menningartengdu afbrigði sem hafa gert lífið gott á Íslandi og sagt já, það skiptir nú bara engu máli hvað mikið við erum að chippa af þessu út af því að það er svo gott að búa á Íslandi. Það er gott að búa á Íslandi og fólk sem leitar hingað oft á tíðum vegna efnahagslegra ástæðna að þá eigum við að gera kröfur á það fólk að það aðlagist íslensku samfélagi. Það einhvern veginn að vera einhverju inngildingar-mójói og vera bara já, nei, við getum nú bara einhvern veginn verið bara frísk og haft gaman. Það er bara stjörnugalið. En eins og segi, ég er örugglega að byrja að tala hringi út af því að þetta er mér hjartans mál og ég er ekkert að grínast með það að ég tel að ef að þetta verður ekki búið að skána innan 2 ára og núna hafa þær náttúrulega 14 mánuði og þetta er ekki flokksbundið, þetta er ekki af flokksbundum ástæðum sem ég er að pirra mig á þessu. Þetta er aðalega út af því að það er óhæft fólk að vinna á efstu stigum stjórnsýslunar og örugglega víðar innan þessa skólakerfis. Það hefur verið reynt að benda á þetta en það bara virkar ekki neitt út af því að fólkið sem er ekki einu sinni kosið til þess að vera í þeim stöðum sem það er í að stjórna þessu harðri hendi og ver sína stöðu. Einmitt í svona krafti þess að kalla allar vondar manneskjur sem eru þeim ósammála. En ég held eins og segi, ég mun ekki treysta íslensku skólakerfi, nú er ég eins og Ásthildur Lóa sem ég ætla að mynda að tala ég treysta ekki skólakerfinu eins og það er skapað í dag. Þú veist, það er bara staðan. Út af því að miðað við þetta, miðað við allar PISA-kannanir sem að fara niður og niður og miðað við það að hvernig er tekið á þessum í máli Breiðholtsskóla sem er ekki einskorða viðreinda Breiðholtið, að þá er þetta bara ekki traustsins virði. Það verður að segjast þess og en ég
eins og segi, ég ætla að ræða þessum Ásthildi Lóu og dóminn. Ég er nú eiginlega búinn að taka úr mér allan byr eftir hennar pirring, en þetta bara svo, þetta segir svo nú eiginlega bara sjálft að þið vita örugglega flestir hvað ræðir, sko. Þetta Ásthildur Lóa, við erum löngu hægt að gera ráð fyrir réttlæti hjá íslensku dómstólum, og svo ég sé nú algjörlega sanngjarn þá bar hún þessu ummæli tilbaka, en hún sem sagt tapaði máli gegn ríkinu þar sem að hún fékk sko hús sem hún flutti aldrei úr en var samt á nauðungarsölu. Hún fékk það á sömu kjörum 2019 og það kostaði árið 2007 ef ég skil þetta rétt. Og Árni Helgason var með áhugaverðan status þetta, og það segir hann: það er fróðlegt að sjá svört og hvítu eftir allt saman hvað ofbeldið og öll gífuryrðin og drullið á embættismenn, dómara og kjörna fulltrúa snýst í raun og veru. Í stuttu máli þetta svona: fasteign keypt árið 2007 á 55 milljónir króna með 30 milljóna króna láni. Ekki greitt af láninu frá 2009 til 2017 eða í 8-9 ár, en samt búið að búa í húsinu allan tíman. Eftir að húsið fer á nauðungarsölu og verður eign bankans, fær ráðherrann og maður hennar samt að kaupa eignina tilbaka í árslok 2019 á 55 milljónir króna. Markaðsverð á þessum tíma hefur verið að minnst ákosti 85 til 90 milljónir króna og verið eignina í dag að lágmarki 130 til 140 milljónir. Væri fróðlegt að vita hvort fólki muni standa þetta almennt til boða, það er að segja búa í húsinu sínu í tæpan áratug án þess að borga af lánum, kæra bankan bak og fyrir vegna nauðungarsölu, en fá samt að kaupa eignina tilbaka á 12 ára gömlu verði. Sko það er tvennt sem mig langar að vita. Af hverju fengu þau að kaupa eignina tilbaka á 55 milljónir króna? Hvaða aðstæður buðu upp á það? Og hins vegar langar mig líka að vita, ég reyndar skil ekki alveg út á hvað kæran nákvæmlega sneri, en maður það kannski bara kynnist þetta betur. En mér langar líka að vita hvort að hún hefði þurft að greiða tilbaka vangreiddar eða ógreiddar greiðslur á lánum. Ég bara skil ekki alveg hvernig þú kemst upp með það að greiða ekki á láni í 10 ár og fá stórkostlegan afslátt af sama húsnæði. Hvernig heldur það vatnið? Samt einhvern veginn er dómstólum ekki treyst. Ég ætla að reyna að kama þess betur ofan í þetta, en allavega eins og ég sé þetta, þá er þetta algjörlega stjörnugalið, en samt segir einmitt Ásthildur Lóa að hún treyst ekki dómstólum. Ég hef verið aðeins að íhuga þetta með svona þessar vendingar sem hafa komið upp, og núna er ekki hægt að segja að mogginn sé eitthvað sérstaklega vondur við Flokk fólksins og eitthvað þannig. Það allavega hvernig Inga, ef hún hringir í skólastjóra út af skóbúnaði einhvers krakka skít sem er á bráðum að vera kallaður, eða talinn til fullorðinna manna tölu, þó svo að ég mun ekki gera það allavega næstu 10 árin, að þá erum við komin í stórkostlega skrýtnar aðstæður. Þetta er ekki bara mogginn að vera leiðilegur að Inga Sæland sé að hringa í skólastjóra út af skóbúnaði einhvers krakka í Borgarholtsskóla. Svo er náttúrulega Sigurjón sem er með þetta strandveiðimál sem hann virðist hagnast á, og svo er Ásthildur Lóa núna með þetta mál. Og ég hef verið að hugsa með mig bara, ég hef aldrei séð myndina How to lose a guy in 10 days, en ég gerir ráð fyrir að plotti sé svona að hún þurfa að losa sig við kærastan og það sé eitthvað erfitt. Mér líður svolítið eins og Flokkur fólksins sé einhvern raunveruleika þætti þar sem að þau eru að reyna einhvern veginn að komast frá ráðherraembættunum, og sá sem að vinnur það fær einhverja 40 milljónir. Því að það er ótrúlegt að fylgjast með hvernig Flokkur fólksins hefur athafnað sig í svona, frá því hann tók eiginlega við embættunum. Og mér líkar vel við Ingu og ég vil ekkert sérstaklega vera leiðilegur við hana, en þetta er stórkostlega undarlegt, samhliða því náttúrulega hvers konar vendingar eru þegar að Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að mynda, eða Framsókn ætlaði að mynda meirihluta í borginni með Flokki fólksins, að þá sagði Inga Sæland bara nei. Maður hefði haldið nú að það væri á borði Helgu Þórðardóttir að segja nei, en svona er þetta. En sólin er byrjað að skína rosalega mikið í augunum, en eins og sjá, þið takir örugglega eftir því að þóttir sér flottu bakgrunnir, og þá er oft á tíðum eitthvað sem kemur upp þegar ég er með þetta átó, þannig að hann svona litakóðar þetta eitthvað, þannig að litinir getur verið eitthvað öðruvísi. En ég ætla að enda þetta á því að segja ykkur frá því að
Nú var RÚV að fjalla það að Sigmundur Davíð hafi frekar farið á ARK-ráðstefnu sem var ráðstefna þar sem að Jordan Peterson, Neil Ferguson og fleiri rosalega reynda góðir ræðumenn voru með ráðstefnu sem að ég einmitt var á þannig og ég hitti einmitt Sigmund Davíð og RÚV var að segja frá því að hann hafi farið á ARK-ráðstefnuna í staðinn fyrir ÖSE-ráðstefnuna en núna og sem sagt að hérna ÖSE-ráðstefnan Öryggissamband Evrópu held ég að Snorri Másson hafi verið sendur í stað Sigmundar Davíðs út af því að hann hefði ekki komist út af þessari ráðstefnu en ARK. En ef að fréttamaður RÚV hefði bara gefið sér tíma í það að googla að þá var ARK-ráðstefnan ekki eins og á sama tíma og ÖSE. Og ég hitti Sigmund Davíð hana og ég veit að hann var með löglega afsökun. Ég ætla ekki að segja hver svo afsökun var en þetta var ekkert eitthvað fishy sko, þetta var bara hann var með löglega afsökun að hann komst ekki af ARK-ráðstefnunu inn á ÖSE. Og ég skil ekki alveg á hverju sko fréttamaður RÚV gefur sér ekki aðeins tíma í það að googla því að Sigmundur Davíð ætlaði vissulega að mæta á ÖSE-ráðstefnuna og fljúga beint. En við erum samt komin í þá stöðu bara að það er bara sagt já, neini, hann beilaði þessu út af þessu. En þetta er bara svona innskot út af ég var með insider info. Ég vona að Sigmundur hefur vart að hlusta og fyrirgefa mig nú ég sé að segja fólki frá þessu. En það er allavega eins og segi, hann var með löglega afsökun til þess að mæta ekki en hann ætlaði að mæta. En þetta var svo alls ekki á sama tíma. En hérna, já, ég ætla að fara að segja þetta gott. Þetta var aðeins meira rant heldur en ég ætlaði að hafa. Ég ætlaði að hafa þetta nú aðeins svona lágstemmdara en mér finnst bara þetta með skólamálin vera svo mikilvægt. Ég sé ekki hvernig það er hægt að gera ráð fyrir því að þetta muni batna með núverandi meirihluta. Fólk sem hefur verið að starfa í þessu hefur sko sýnt algjörlega fram á það. Það er óhæft á svo mörgum sviðum og ég held að ef þetta verði sko 14 mánuðir í viðbót að þá verður sko vandamálið nánast orðið þannig að það verður bara erfiðar að grípa í taumana og þetta er ekki eins og segja, þetta er ekki flokksbundið. Ég er með þess að pínu ánægður með þá ríkisstjórn sem við erum með núna í dag sem er sérstaklega þegar Samfylkingin og Viðreisn eru að taka gríðarlega góðar ákvarðanir í þá almenning sem margt bara hægt segja við Sjálfstæðisflokkinn að þeir hafi við bara ekkert getað töðað yfir því en já, nei, við vorum með öll þessi mál á dagskrá, af hverju gerðu þetta þá ekki? Þannig að ríkisstjórnin er almennt séð búin að standa sig mjög vel en borgarmeirihlutin og eins og segi náttúrulega Samfylkingar meirihlutin í dag er náttúrulega að fara að fjúka eftir 14 mánuði. Við vitum það alveg, Heiða Björg Hilmisdóttir og fólk eins og Sabine og fleiri verða ekki í Samfylkinguna næsta tímabili, það er bara deginu ljósara. En aftur á móti þá er þetta frekar alvarlegt að þið fái 14 mánuði til þess að halda áfram að klúðra málunum því að það er bersýnilegt að þurfa að grípa í taumana. Þetta myndband sem ég var að sýna ykkur áðan frá Brynjari Karli bara gerðist fyrir ekkert svo löngu. Þannig að Breiðholtið er í mjög vondri stöðu, við erum í mjög vondri stöðu og það er ekki, já, það virðist ekki svo að vera að fólki sem við treystum til þess að sinna þessu sé að fara að gera það, heldur að halda áfram að klúðra því. En með þessum orðum ætla ég að fara að njóta sólarinnar, ég vona að þið hafið það gott, kæra hlustendur, partus.is/einpæling að þið viljið styrkja þetta framtak, gerið subscribe á þessa rás og njótið dagsins, bless.